Já, komið sælir áhundu góðir og verið velkomnir hér í KA TV. Það heldur áfram veislan hér í KA-milinu. Stelpunar okkar í blækinu búin að vera algjörlega magnaðar. Urðu bikarmeistarar fyrir að vera 2 vikur síðan og svo síðustu helgi þá lyftu þær deildarmeistaratitlinum. Nú er eins og komið að 3. og síðustu keppninni í vetur. Fyrsti leikur í undanúrslitum í úrslitakeppninni í það að verða Íslands meistari og það er ljóst að stelpurnar þurfa að hafa mikið fyrir því að slá út lið Þróttar Fjarðabyggðar. Fyrsti leikur liðanna hér í dag og sem við fara að byrja að kíkja á liðin. Byrjum á gestunum. Númer 1 er Sunna Júlía Þórðardóttir. Númer 2 er Ester Rún Jónsdóttir. Númer 3 er María Jiménez Gallego og númer 5 er Heiða Elisabeth Gunnarsdóttir. Númer 7 er Amelia Rún Jónsdóttir og fyrirliði liðsins. Númer 12 er Alba Hernández Aredes. Númer 13 er Paula Miguel de Blas. 14 Embla Rós Ingvarsdóttir og 16 Lena Marín Guðmundsdóttir og 17 Sigrún Sól Atladóttir. 18 Hrefna Ágústa Marinósdóttir og þjálfari er svo sjálfsögðu Miguel Ángel Ramos Melero. Tók við fyrir ekkert lungu síðan og ég segi þetta er fyrsti leikur í undanúrslitum. KA deildarmeistarar mæta hér liði Þróttar Fjarðabyggðar sem endaði í 4. sæti. Liðið mætast hér í dag í KA-milinu í fyrsta leik. Þarf að vinna 2 leiki til að fara í úrslitin og því ansi mikilvægt að byrja einvið af krafti og ég er alveg handið sem það að stelpunar okkar eru klárar. Kíkjum þá á lið KA. Númer 1 Hrafnhildur Ásta Njálsdóttir. Númer 2 er Nera Mateljan. Númer 3 er Thea Andrić. Númer 4 er Auður Pétursdóttir. Númer 5 Pála til Olmo Gómez. Númer 7 Jóna Margrét Arnarsdóttir. Númer 8 Ída Katrín Kristinsdóttir. Númer 9 Ásta Lilja Harðardóttir mætt aftur. Númer 10 Lovísa Rut Aðarsteinsdóttir. Númer 11 Amelia Ír Sigurðardóttir og 13 Valdís Kapitula Þorvarðardóttir. Númer 14 Heiðbrá Björgvinsdóttir. Númer 18 Lilja Rut Kristjánsdóttir og þjálfari KA er svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. Þá erum við að verða klár hér bara í þessa veislu. Eins og ég segi, fyrsti leikur af hugsanlega 3. Ef að liði vinna sikkvort leikinn og eru jafnt 1-1 þá verður hreinn 8 leikur hér í KA-milinu. Og sama tíma þá mætast Afturelding og Álftanes í hinum undanúrslitaleiknum í Mosfellsbænum. Afturelding endaði í 2. sæti í deildinni, Álftanes í 3. Og þetta er alltaf áhuga þegar úrslitakeppnin byrjar. Staðan í deildinni skiptir engu máli þegar komið í resaleiki þó við séum að rýna í hana hér. KA-liðið var endanum frekar samfærandi. Vinnur endanum með 6 stiga mun á Aftureldingu. Lagði Aftureldingu tvívegis í vetur. Tapaði einu sinni, það var eina tap stelpnanna í vetur til þessa. Vorum að það breytist ekki. Þróttur hins vegar enduðu þarna með 28 stig og já, voru þarna meiri baráttu við Álftanes hvort liðið endaði í 3. sæti heldur en eitthvað að berjast úrslitakeppni sætum með HK. En hvað það? Þetta er að fara af stað hjá okkur og það eru gestirnir sem að byrja leikinn. Já, Gía Guðnadóttir fyrirliði KA. Hún er enn frá vegna meiðsla komu við sögu í síðasta leik. Það var svona, já, það var stutt og laggott. Gerði þetta ótrúlega vel. Kom inn í ykkur og sótti ás. En hvaðan þetta er farið að staða hérna og þetta er fyrsti ásinn. Þetta byrjar vel fyrir gestina. Tók ekki langan tíma. Alba Hernández
að skora strax og K.A.liði. Ég segi pressan kannski aðeins meira á K.A.liðinu. Orðnar tvöfaldir meistarar og vonandi að stelpurnar nái strax koma sér aftur í gírinn. Vel getið Pálu, flott móttaka, boltins upp á Thea Andrits af hárðin út. Já. Strax búin að svara og Thea jafnar í 1-1. Thea Andrits stigasti leikmaður K.A. í vetur. Heldur áfram að raðinn stigunum og þá fer Jóna Margrét Arnarsdóttir í uppgjöfina fyrir K.A. Flestir ásar innan K.A.liðsins koma frá heimitt Jónu. En þessi er eins og út og Þróttur leiðir á ný 2-1. Þá er Ester Rún Jónsdóttir fyrir Þrótt. Hér kemur hún. Fít bolti, Pála sem er flotta móttöku, bolti hratt á Lovísu en það ná að verjast þessu vel gert af gestunum. Boltinn hins var auðvitað tilbaka. Jóna, nú situr hann tilbaka á Thea sem er díómegin og klárar þetta frábærlega. Jafnar hér í 2-2, Thea Andrits byrjit af miklum krafti. Hún að klára bæði sín færi til þessa. Ég segi K.A. með frábært sóknarlið. Þróttur á sama tíma með algjörlega frábæra vörn. Þetta verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer hér í dag. Boltinn upp á miðjuna og Valdís gerir frábærlega þarna. Við missum þessu boltinn tilbaka. Já, fín móttaka hjá Thea. Kemur Pála innum megin, setur hann á hárunni en það verðist þessu vel. Boltinn svo upp á Heiðu, Heiða setur hann langan. Thea tekur vel á móti og Valdís þarf að skila hann yfir. Sensin er gesta með núna. Boltinn á Heiðu, Heiða upp og neglir þessu beint í gól. Já, skemmtilegt rally þarna. Bæði liða sína fína takta en endanum er það Heiða Elísabet Gunnarsdóttir sem að klárar þetta og Þróttur áfram með smá frumkvæði hérna 3-2. Kemur María Jimenez en hún klikkar, hún setur í nettið. Þá var bæði lið klikkað á uppgjöf, staðan 3-3 og þá mætir Lovísa Rödd í uppgjöfina fyrir K.A. Lovísa, þess að ég hef sagt að undanförnu, búin að bæta sér rosalega í vetur og hún skoraði ófáa ásana í bikarúrslitunum hjá dögunum. En það verðast eins og þessu vel, kemur boltinn aftur á Heiðu, Heiða há en hún er blokkuð, boltinn í leik, Heiða setur hann þægilega yfir. Boltinn upp á Heiðu, hann er rosalega þröngur en hún skýrir hann bara örugt yfir. Kemur Amelia með hennar bolta og Thea verðst þessu kemur Heiðu bara aftur. Núna fær hún betri sens, þá er þetta eins og að tekur kraftinn úr þessu. Boltinn tilbaka, afturlífi smass hérna í netið og K.A. er komið í forystu. Og staðan hér 4-3 fyrir K.A. Langur bolti hér frá Lóvis og hann fer út. Einhver smá mistök hérna á rittaraborðinu hjá okkur. Staðan er 4-4. Við erum að laga þetta. Jæja, kemur Amelia fyrir gestina. Thea missa hann aftur í sig en Valdís er klára að bjarga og Pála setur hann yfir. Kemur boltinn hér á Maríu en má maður verjast þessu. En fyrir ekki Pála mikið til Blas var þetta. En það skiptir ekki málið, það er eins og Pála til Olmo Gómez sem að skora fyrir K.A. Flottur bolt frá Pálu, hún er komin á blað. Það vantar hér stig á K.A.-lið á rittaraborðinu. Kemur Heið bara á menna bolta, missa eins að móttökuna yfir og þarna er Hrafnhildur Ásta fljót að refsa, kemur K.A. yfir. Já, það
það virðist vera áfram að það vantar stig á Káa hér í salnum. Staðan er klárlega 6-4 fyrir Káa en samkvæmt töflunni í húsinu þá er hún 4-5. Kemur Heiðbrá með bolta, fín móttaka, boltinn yfir að Heiða, frábælega smassa hjá henni en Pála er mætt undir hérna vel. Kemur Thea, háarning kraftin úr þessu, boltinn enda svo í lúmskum bolta en fer út þarna og Káa er að ná fínu takti núna. Ég býð ennþá eftir að sjá hvað gerist með rittaraborðið. Við virðist eitthvað hafa klikkað þarna. Kemur Heiðbrá, flottur bolti, fín móttaka, boltinn upp á Heiða setur hann fram í hárunni. Valdís missar hann framfyrir og svo dæmt net á Heiða ætlaði að refsa strax. En gerði þetta smá mistök og hún hlær bara að þessu enda ekkert annað í stöðunni. Já. Fín kafli á Káa. Kemur Heiðbrá. Þessi bolti. Smá miskilningur þarna. Þetta er klaufalegt. Og stelpurnar fagna. Ekki fallegasti ásinn sem maður hefur séð en gaman að þessu. Kemur Heiðbrá. Aftur flottur kafli hjá stelpunum. Þær eru að ná að skilja sig aðeins frá hér. Kemur Heiðbrá, langur bolti, smá bransa móttökunni hjá þeim og kemur þessi bolti af netinu og Ester Rúna er að losa sér stöðu. Já, það virðist allavega enginn setja út á stöðuna sem er hérna í salnum, þannig að við þurfum ekki bara að taka því að það vanti stig á Káa-liðið. Heiða eins og með þessa uppgjöf út. Og þá er Pála Del Olmo komin í uppgjöfstöð fyrir Káa. Sjá hvað Pála gerir, fínn bolti. Amelía tekur eins og var ágætlega móti þessu boltinn upp á kantinn hérna og Káa með fína vörn, kemur Thea Andrits, frábær vörn hérna, áfram með boltinn í leik, kemur Heiða afturlínunni og vantaði smá talanda hérna en Káa nær að skilja sig tilbaka. Sjensing gesta með, kemur Lauma og Pála ég ætla að segja að var að berga þessu. Þetta var frábær Lauma. Og Þróttur minnkar hérna stöðuna, minnkar fórustuna fyrir gefi. Já, flott móttaka hjá Valdísi og svo kemur hörkusmans frá Hrafnhildi Ástu en það dugar ekki og þetta var snyrtileg afgreiðsla þarna hjá henni Maríu Jiménez. Það er ekki alltaf að vera fast, hún laði hann bara í gólfið hana og áfram með smjöri, boltinn er upp á Thea, frábærlega gert hjá henni. Hún beið lengi með að fara af stað, enda var þetta hár bolti, kom svo að hárrött tempói og finnur leiðina fram hjá hárröttinni. Hrafnhildur Ásta, hérna bolta, fín móttaka, boltinn upp á miðjuna, fín Háðin Káa, kemur Pála, áfram flott vörn í báðum liðum og svo endar þessi bolt í gólfinu. Það var erfitt, móttakan var ansi nálægt netinu og endar því að Káa-liðið fær stigið. Ég segi fyrst að þetta virðist ætla að vera þannig að þetta stig sem var vantað hjá Káa, það virðist ekki ætla að koma. Það bara lögum við okkar stöðu af stöðinni í húsinu. Og það staðan er því 11-7. Jóna upp á Thea, boltinn eins og var svolítið frá netinu en Thea gerir vel úr þessu, boltinn upp á
Kanti fít, bolti þessir inni, ekki nokkuð spurning með það, hörku bolti frá Ester Rún. Kom með 2 stig, minnkar þetta hér í 11-8. Kemur Alba hérna smá brans á KA-liðinu, endar í því að Pála setur inn í netið. Jæja, 2 stig í röð hjá Þrótti og staðan því 11-9. Boltinn hér upp á Pála af hávörninni og það nei, þetta er í gólfið. Kemur Jóna með flottan bolta, þeir ná að hins vegar að verjast þessu boltin hins vegar KA með, kemur Heiðbrá, flottu bolti, fín hávörn og þarna vantaði Talanda, þær hörfuðu allar og frábærlega gert hjá Þrótti þarna, náðu að loka á Heiðbrá en við verðum að gera betur þarna. Kemur Ester fyrir Þrótt. Valdís sem er virkilega fína móttöku, kemur Thea Andrits og hún neglir sig í gólfið. Já. Thea Andrits heldur áfram að eiga frábæra leiki í gula og bláa búningnum. Komið 4 stig öll úr smössum hér í fyrstu hrinu. KA hér 13-10 yfir og þá er Thea komin í uppgjöfina. Það ferðast þessu við boltinn á miðjuna en alla klárar undir. Þarna kemur boltinn á Pálu. Pála setur fram í hávörninni, frábærlega slegið. Við erum að gera virkilega vel í að slá hérna fram hjá hávörninni og Pála del Olmo Gómez komið 3 stig. Rétt eins og Thea, allt úr smössum. 4 stiga munur og Thea því áfram í uppgjöfinni. Langur bolti og það er átan fara en inn endar þessi bolti og þetta er að ásjá Thea Andrits og þá taka gestinni leikli 5 stiga munur kominn og það er freistað þess að koma sér aftur inn í þetta en KA er svo sem bara að spila flottan leik og eins og segi KA-liði verið besta lið deildarinnar, eða besta lið landsins í vetur og virðast vera með fókusinn rétt stiltan hér. Eins og segi þráttur að vera búin að lyfta þessum bikurum þá telur það ekkert hér í þessari nýju keppni. Við byrja liðir einfallega í stöðunum 0-0 en hérna sjáum við stigaskori til þessa í dag. Thea Andrits með 5 stig, Pála del Olmo 3, Hrafnhildur Ásta og Heiðbrá báða með 1 stig. Á gestunum þar er Ester Rún og Alba Hernández báðar með 2 stig. María Jiménez og Heiða Elísabeth báðar með 1. En já, leiklínu lokið, sjáum hvað Thea gerir. Búin að vera með fínar uppgjafir ás áðan hjá henni. Og hér kemur hún. Það er eins og að taka vel á móti þessu boltinn upp á miðjuna og aftur er Jóna mætt undir. Kemur Heiðbrá, fít bolti en verður þessi smá vandræðum. Boltinn núna KA megin og dæmt seiling, þær hafa farið yfir netið þarna. KA fær stigið. Já, það er svo sem öskrar ekkert á mann en ég held að það sé samt réttu dómur. Og áfram fítkafli hjá KA. Komnar núna 6 stigum yfir 4 stig í röð og Thea Andrits heldur áfram að láta boltan rigna hérna yfir gestina. Svo flott móttaka, endar aftur á miðjunni. Þetta er hörku bolti María Jiménez
Hún skorar sitt annað stig. Hún neglir þessu gólfið og minnkar til 5 stig. Og þá hún farin í afturlínu og Paula Miguel de Blas mætir í miðjustöðuna hennar fjarveru. Næja, boltinn hér upp á Heiðbrá og dæmt tvíslag á Valdísi. Já. Það eins og áðan. Ég fannst það svo sem ekkert svo svakalegt tvíslag en ágrein að taka fast á þessu hér. Það alltaf verið upp á 10. Já, þessi bolti eins og frá henni Maríu ekki nægilega góður. Allt á neðarlega og endar í netinu. Sjáum hérna uppgefa nýtinguna. KA með 16 af 18, 89%. Þróttur með 10 af 13 eða 77%. Já, uppgefan þurfa að vera í lagi. Og þá það Lovísa fyrir KA. Hvítbolti og upp á Heiðu og hvar enda þetta? Þetta var net, já. Sýnist Hrafnhildur hafa rekist aðeins í netið, það allavega hristist aðeins í kjölfari. Þannig að Þróttur fær hérna sitt 13. stig. Þetta ennþá galoppi þó að KA-liðið sé með frumkvæðið. Kemur Amelía, nei, situr í netið. Þetta einfallega Já. Þetta þarf að vera í lagi hjá gestunum ef það ætla að brúa bilið. Þurfa uppgjöfnar að vera í lagi. Jæja, þá kemur þessi trademark skipting hjá Matteo. Það Amelía inn og Nera að auki. Hann hefur verið að nota þetta töluvert á undanförnu. Amelía beint í uppgjöfina. Sjáum hvað hún gerir hér. Hvítbolti og meira en það, hún sækir ás. Já. Frábær innkoma Amelía í strax komin á blað. Kemur þessu í 19-13. Kemur Amelía aftur. Núna eins og að verðast þessu boltinu upp á Heiðu. Heiða upp, en Thea vel staðsett. Amelía upp á Pálu. Pála frábærlega klárað. Já. Það gengur einfallega allt upp hjá KA-liðinu núna. Flottur bolti hérna frá Amelíu upp á Pálu og Pála. Hún refsar einfallega 4. stig á henni öll eftir smöss. Og þetta að fara að verða ansi erfitt fyrir Þrótt hérna í fyrstu hreinu. 20-13 fyrir KA. Kemur Amelía og frábærlega varist og í kjölfarið það hún Paula Miguel de Blas sem að skora fyrsta stigi sitt í dag. Kemur kannski óvenju seint, stigast í leikmaður Þróttar og eiginlega bara algjör lykilmaður í þeirra liði. Hún hæst í ansi mörgum tölfræði þáttum í vetur hjá þeim. Og mikilvægt fyrir þær að þær ná að virkja hana vel. Kemur Nera fyrir KA af hávörninni og kemur Ester hér. Setur hann svo í gólfið. Valdís. Grunlega hérna hún var aðeins utar á vellinum lítið að fara. Og Ester Rún skorar sitt 3. stig. Já, hún að fínum leik á kantinum. Kemur Heiða aftur. Þetta þessar flott móttaka hjá Valdísi. Boltinn tilbaka á Pálu. Pála frábærlega slegið að vanda. Þetta svo magnaður leikmaður eða blagspilari. Hún Pála til Olmo Gómez. Hóf náttúrulega ferilinn hér á Íslandi með Þrótti. Eftir 1 ár fyrir austan hefur hún verið hér fyrir norðan og sækir hérna ás. Já, hún heldur áfram að raðinn stigur 7. stigi hjá henni
Og þá taka gestirnir leikliðið sitt seinna leiklið í fyrstu rinu. Þetta farið að líta ansi vel út hjá KA-liðinu, 22-15 og kannski verða óhætt að segja að KA-lið taki þessa fyrstu rinu. Kannski meira bara spurning hversu stór sigurinn verður hér í fyrstu rinunni. Já, sjáum við að sóknarlínan KA búin að vera öflug 9 stig á þessum 22. Þróttararnir svo sem ekki að gefa neitt mikið eftir, komum með 6 stig líka eftir smöss. En það eru aðrir tölfræðipunktar sem eru KA í vil einnig. Skoðum þá í hreinunni lokinni. Það er boltinn hérna upp á Ester. Ester aftarlega og næri ekki að hitta boltan nægilega vel. Setur inn í netið og KA 23-15 núna í þessari fyrstu rinu. Við þurfum bara að halda áfram að klára þetta. Kemur Pála til Olmo. Fít bolti en frábær móttaka kemur svo Ester hérna. Þetta er betri bolti sem hún fær hérna. KA-liðið verst þessu, Amelia upp á Thea, Thea bombar þessu og Heiðan er ekki að verjast þessu. 24-15, KA-liðið er að stinga af hérna í lokrinuna, vantar 1 stig til að klára og komast í 1-0. Thea Andrits kom með 6 stig, KA 4 stig í röðununa, 9 stigum yfir. Kemur Pála, fítbolti, frábær móttaka eins og það er boltina aðeins og lár hérna á netinu, nei á miðjunum myndi ég. En hendar enga sig í gólfinu og Pála Miguel de Blas nær að losa þessa stöðu. Fer svo sjálf í uppgjöfina. Þetta er orðið ansi erfitt, það þurfa 8 stig í viðbót til þess að knýja fram upphækkun. Þannig að hún má ekkert klikka hjá Pálu. Fýtt bolti hins vegar háni og Amelia upp á Neru eins og það er aftarlega. Skýrir hann bara yfir, kemur lauma þarna, frábær lauma. Alba Hernández. Já, Alba kom með 2 laumur og 3 stig í heildina. Og svo kemur þessi bolti frá Pálu Miguel de Blas út og KA vinnur því fyrstu hrinu. Uh, 25-17 og já, þetta var frekar sannfærandi hjá KA-liðinu. Þróttararnir svo sem gáfust aldrei upp en það voru svona 2 erfiðir kaflar sem að gengu frá þessu. Sjáum hérna, já, tímalínuna góðu. Sjáum að jafnt á öllum tölum í upphafi. Síðan kemur hérna frábær kafli sem KA-liðið kemst í 10-5. Þróttararnir náðu að minnka þetta aftur niður í 2. En þá kom frábær kafli frá KA-liðinu og þessi sigur verðskuldaður 25-17 hér í fyrstu hrinu. Kíkjum á stigaskorurana svona helstu. Thea Andrits og Pála til Olmo áfram að fara fyrir stigaskorunu KA. Báðar góðum með 6 stig. Hrafnhildur, Amelia og Heiðbrá allar með 1 stig hjá gestunum. Þar eru Ester og Alba. Báðar með 3 stig. Og María Jimenez og Pála Miguel de Blas með 2. Heiða með 1. Kíkjum svo á tölfræðina í þessari fyrstu hrinu. 25-17 sigur KA, 10 smartstig og KA gett 6. 4 Ása gett 1. Að vísu 4 laumur hjá Þrótti gegn Yngri. Þarna hafa þeir betur, en annars er KA með blokkstig, Þróttur ekki. KA fær 10 stig eftir mistök gestanna gegn 6 og KA klikkar á 2 uppgjöfum, Þróttur hins vegar á 5. Þannig sjáum við það að KA er runni yfir í öllum helstu tölfræðiþáttum fyrir utan laumunar. Þróttur, já, þarf að sýna aðeins jafnari leik og fækka mistökum sínum. Kannski helst einmitt að
klikki ekki á svona mörgum uppgjöfum. En það er ætlað að veita KA-liðinu meiri mótspyrnu hér í dag. En þetta er svona skemmtilega blakið náttúrulega það. Eftir hverju hreinu þá byrjar liðin aftur í 0-0 og það vill nú oft vera þannig að maður tapar illa fyrstu hreinu. Þá nær maður að svara fyrir sig betur í næstu hreinu. Þannig að núna er kannski pressan á KA-liðinu að halda áfram sama dampi. Já, koma hérna lípar og skiptingarnar hjá sitt hvoru liðinu. Já, þá þýðir það að alltaf vera klárt hér fyrir aðra hreinu. KA 1-0 yfir og Jóna Margrét Arnarsdóttir mun hefja þetta fyrir KA. Kemur hér hún Jóna. Fít bolti, móttakan er smá í vandarann hjá þeim, missan nálægt netinu, hann er ennþá í leik. Og þetta gera eins og vel Amelia. Hún setur hann af Hávardinu út og skora sitt fyrsta stig í leiknum og kemur Þrótti í 1-0. Rétt eins og í fyrstu hreinu, hann var fyrsta stigið hjá gestunum. Ester hér fyrir Þróttarana. Pála með flotta móttöku, boltinn baka á Teu, Hávardin tekur þessa kraftin úr sem gera mjög vel. Boltinn svo hér á Amelíu en hann er ekki að gera sér meira matur þessu. Fín Hávard en boltinn inn í leik. Hér kemur Heiðbrá af Hávardin og hann er að trófa hann þarna milli og í gólfið. Og Heiðbrá Björgvinsdóttir með sitt annars stig í leiknum, jafnar í 1-1. Já, þetta gerum vel. Með að slá boltarna niður á milli Hávardarinnar og netsins. Þá kemur Thea Andrits fyrir KA. Smá brasa móttökunni en gera vel úr sem kemur Amelia en Jóna tekur á móti boltinu upp á Heiðbrá. Heiðbrá núna komin að díostöðuna en áfram fínn varnarleikur hjá gestunum. Heiða reynir að smassa þessu af Hávardinni. Fínn varnarleikur á báðum liðum hérna. Það er bæðilega að pressa. En svo kemur boltinn á Pálu til Olmo Gómez og það endar iðulega með því að boltinn endar í gólfinu og Pála kom með 7 stig. Frábær leikur hjá henni að vanda. Kemur KA í 2-1. Kemur Thea Andrits. Þetta er eins og það er fyrir þær og kemur boltinn á miðjuna hennar Lauma. Valdís mætir yfir og kemur Lauma hinum megin en Jóna þá mætt undir. Frábærlega varist. Boltinn á Heiðu. Heiða setur hann út og KA er komið í 3-1. 3 stig í röð eftir að Þróttur náði fyrsta stiginu. Svo sem fín hugsun á Heiðu að reyna að setja hann með frá línunni en mista hann aðeins svo langt. Og Thea heldur því áfram hér í uppgjöfinni. Þetta er að byrja vel hjá KA-liðinu. Eftir smá bras á móttökunni hjá þeim og Heiða skilar honum. Jóna tilbaka á Heiðbrá. Heiðbrá af netinu og endar í gólfinu. Já. Heiðbrá Björgvinsdóttir 2 stig núna hér í upphafi annar hreinu. 3 í heildina. Og KA ætla greinilega ekkert að gefa eftir hér í annar hreinu eftir sannfærandi 25-17 sigur í fyrstu hreinu. Kemur Thea og áfram er smá brasa móttökunni hjá þeim. Heiða með bolta. Það endar hjá Pálu. Pála þess að blokku, frábær blokk. Og María Jiménez með þessa blokk. Þetta er fyrsta blokkstigið hjá gestunum.
Og sjáum hérna María Jimenez með 3 stig, 1 smass, 1 lauma, 1 blokk. Það vel gert. Dreifir þessu vel. Fer svo sjálf í uppgjafastöðuna. Þessi bolti hérna eins og fýtt fyrir Valdísi og svo hraður bolti á Lovísu. Kemur Valdísi boltin baka á Pálu. Pála með flotta bolta, fín vörn hins vegar hjá Maríu Jimenez, boltinn á aftur að Pálu og kemur Pála á orðinu að lauma, það er þess að mættar undir, vel varist. Kemur Heiða fyrir gestina, var líkast að leiðinu út en Pála tekur hann, kemur Thea Andrić og setur hann út. Já. 2 stig í röð hjá Þrótturunum og minnkið í 1 stig. María Jimenez áfram í uppgjöfinni. Já, það hætti þessu. Valdís misti hérna móttökuna yfir nettið og þarna lúrði Pála Miguel de Blas og var fljóta refsaðna enda náttúrulega engin háur káalið ennþá í móttökustöðu og Þróttur jafnar hér í 4 og María Jimenez því áfram í uppgjöfinni. Þetta er eins og vel geta Pálu. Boltinn tilbaka á Thea Andrić og afturlínunni. Kristján rólaðan hérna. Þá reynum við aftur, kemur Pála til Olmo og hún skorar. Pála við hittum það að Pála er funheit, þannig við erum að leita að henni. Svo væntanlega breytist það yfir í Thea þegar hún er komin í framlínuna. En þá er Lovísa rauð fyrir Káa. Heiða sem er flott að móttöku boltinn svo upp á Hanna Miguel de Blas. Og hún er heldur betur að svara fyrir sig hérna. Komið 4 stig, var lengi að komast á blað. En er komið núna með 4 og staðan hér 5-5 í upphafi annar hreinu. Amelía Rún fyrir Þrótt. Þessi bolti svar fælir fyrir Thea og kemur svo miðjursmanns frá Hrafnhildi, þannig að verðist þessu Heiða hinum megin og fínn varnarleikur hjá Thea. En í kjölfarið er Pála Miguel de Blas þarna verður aðeins á í messunni og setur boltan út. Káa því 6-5 yfir hér. Heiðbrá. Fínn bolti, fín móttaka og reyna að lauma þarna og þarna er Pála búin að lesa. Já, Pála vissi nákvæmlega hvað var að koma þarna og sækir hérna fína blokk hérna. Þá er Heiðbrá áfram í uppgjöf. Þetta er eins og vel varist boltinn hér á Pálu Miguel de Blas og núna skorar hún. Ég segi hún er búin að vera gríðarlega öflug í vetur fyrir Þróttaraliðið og það var þeir hitta það að hún myndi býta frá sér. Þá er Heiða fyrir Þrótt og Thea með fína móttöku og kemur lauma frá Jónu, það verðist þessu, kemur með langa bolta, Heiðbrá eins og mætt, kemur Pála neglir þessu af hárinu út og sækir hérna 8. stig Káa og hennar 10. stig í leiknum, önnur hreina ennþá nóg eftir af henni en Pála er komið 10 stig en þá fer hún í afturlínu þannig að hætti því að núna takir Thea Andrić við stigaskorun hjá Káa á næstunni. Og Pála sé endur alltaf gjörn að fá boltar á afturlínu líka. Boltinn á Pálu Miguel de Blas og þessi var út. Já. Aðeins að klikka hann núna. Og Káa komið 9-6. Náttúrulega Pála til Olmo. Áfram fyrir Káa.
aftur leitaðar að De Blas en gengur ekki. Þá var það Paula del Olmo Gómez að klára enn eitt stigið. Hvort svo sé í framlínu eða afturlínu skiptir hérna engu máli. Hún heldur bara áfram að skora. 11 stig. Það eru 9 smössum, 1 ás og 1 blokk. Káa hér komið í 10-6. Og það er svona fín móttaka. Ester á háorðinni, boltarinn í leik. Hrafnhildur upp á Thea skýr hann yfir. Ekkert annað í stöðunni þarna. Kemur Pála Mikael De Blas. Boltinn enn í leik. Vel gert hjá stelpunum að bjarga þessu. Kemur bolti utalega. Heiðbráðins var rétt á þessum tíma. Og skilur tilbaka. Það er að pressa hérna báða bóa. Kemur Hrafnhildur Ásta. Þessi bolti skrúast einhvern veginn af Henni Blas og í gólfið og Hrafnhildur Ásta kom með 2 stig. 5 stiga munur. Káalið að koma með 4 flottu kafli. Aftur erum við að ná að slíta okkur aðeins frá. Og byttu nú við. Mér sýnir alltaf dæma tvísla á Káalið en þeir voru ekki alveg sammála dómararnir og Jóna kvartan eitthvað. Og hvað? Nei, það virðist svona hálf biðist afsökunar á þessu en dómarinn stendur. Jæja, áfram með smjörið, 11-7. Valdís tekur á móti boltinu upp. Hérna frá Jónu, missar eins og var yfir og kemur boltið hérna frá Maríu. Og í kjölfarið kemur hörkustig frá stelpunum. Jóna Margrét Arnarsdóttir. Já, hún getur gert meira en bara finna liðsfélagana. Skorar hérna sitt fyrsta stig. Kemur Káa í 12-7. Jæja. Ester af háorðinni, fín hávörð, Jóna upp á Theu, Thea laumar og þar bjarga þessu, vel gert, Ester hinum megin af háorðinni og svo í antennuna eða spíruna gamla góðu og sækir 8. stigið, Ester Rún, eða fínanleik, 4 stig á henni, það er af 3 í fyrstu hrinu. Alba Hernández fyrir gestina. Valdís í smá vandræði með þetta en frábær björgun hjá Heiðbrá og Káaliðin kemur það boltan yfir, kemur Ester af háorðinni og kemur svo Thea Andrits, erfið bolti og náðar að skila hann yfir. Já, vel gert hjá gestunum, boltin svo upp á Lovísu, Lovísa af háorðinni og út. Eða bara ekki, að bara út. Mér fannst þeirra snertingarna en engin samanlega við verið því. Þannig að þessi er einfallega út og Þróttur minnkar í 12-9. Jóna upp á Theu, Thea í fínni stöðu, háið eins og góð og kemur hérna lúmsku boltur á miðjunni og Káaliðin er ekki að verðast þessu og tveggja stiga munur. Þetta er svipa og í fyrstu hreinu. Káaliðin er að skilja sig frá en Þróttararnir minnir aftur í 2 og rétt eins og í fyrstu hreinu þá eru uppgjafarnar ekki alveg nægilega góðar hjá gestur. 7. uppgjöf sem klikkar á móti aðeins 2 að Káa. Þetta er þetta sérstæðlega erfitt þegar þú ert að elta. En þú gefur reglulega
svona ódýr stig frá þér. Kemur Jóna Margrét, fínn bolti frá henni og þær verjast þessu ágætlega. Frábær Hávartin á Lovísu. Boltinn í svennileg, kemur Ester af Hávartina út. Já, Hávartina Káa standa fínt en Ester nær að slá í Hávartina út. 5 stig á henni. Þá er komið að henni að fara í uppgjafstöðuna. Heiða mætt fram í staðinn í kantstöðuna. Ester, þessi bolti, Pála í vandræðum og þetta er ásjá Ester. Já. Hún var lúmst flota á þessum bolta. Og Pála, hún var hérna farið niður. Bolti endaði svo aðeins ofar eftir gjörstuð. En hvað er það? 13-12, Þróttur, Fjarðabyggð er að koma sér aftur vel inn í þetta. Ester, þetta er annar ásjáinni. Það er greinilega lúmsk hreyfing á boltanum hjá henni. Og hún jafnar hér 13-13, 2 ásar í röð hjá henni Ester Rún Jónsdóttur. Og þá tekur Miguel Mateo Castrillo, þjálfari Káa, leikhlé. Enda fórust hann skyndilega bara farinn. 13-13. Og Þróttararnir, þær eru að svara fyrir sig í ásunum, nú er staðan 4-3 í ásum. Já, uppgjafnýtingin er frábæra, Káa 95%, 80% hjá gesturum. Og hérna sjáum við að fjöldi ása, 4-3 fyrir Káa. Ekkert langt sem þetta var 4-1. Ester eins og með 2 ása í röð. Spurning hvort hún á ekki að halda áfram á sama dampi hérna eftir leiklið. Já, hérna kemur Ester. Jájá, hún var Valdís með allt á hreinu. Boltinn svo upp á Hanna Theo Andrits og þessi bolti endanum dettur í gólfið. Fastur bolti frá henni fer verulega að Hávartinni, en hann er bara einfaldlega það fastur að hann fer áfram. Og Thea með sitt 7. stig. Hennar fyrsta hér í annari hrinu, fer svo í uppgjöfina sjálf. Kemur Thea. Ester með í vandræði móttökunni og svo dæmt mók á gestina. Já, þannig að það er ekki náns hjá hérna Theu. Það dæmt mók hérna á gestina. Það var að vera hrein snerting hvernig víti boltanum upp. Kemur Thea aftur. Fínn bolti, Ester eins og það tekur ágætlega á móti þessu, skýrar hann svo yfir. Hér kemur Jóna upp á Lovísu. Lovísa með flottan bolta, hraður bolti upp á Lovísu. Og Lovísa skorar á miðjunni. Já, fyrsta tíð hjá Lovísu. Og já, þetta var virkilega vel gert. Það er Jóna og Lovísa ná mjög vel saman. Það má ekki klikkara í þessu hraða uppspili á miðjuna. Og það gerir heldur ekki þarna Thea svo hennar bolta sem að endar hér á Heiðu. Heiða setur hann út og aftur er Káa að svara vel. 4 stig í röð, 17-13. Ja. Hvað endar þessi bolti? Það er Heiða aftur en Valdís gerir vel hérna. Kemur Pála og beint í gólfið. Frábærlega slegir yfir Hávarnina en boltinn sko, hún er að slá hann svo hátt uppi að hann sko skrúast beint niður í gólf og Pála kom með 12 stig. 5 stig rauða Káa, 18-13. Þá tekur hann Miguel Ángel Ramos, þjálfari Þróttar leikhlé. Þetta er fljótt að breytast. Ekki langt síðan að Káa tók leikhlé í stöðunni 13-13.
5 stigum seinna leikli hjá gestunum. Jæja, þá höldum við áfram hérna. Thea Andrić fyrir Káa. Fýtt bolti, flott móttaka, nú séns, kemur hörku bolti hérna frá Maríu, en Káli Vestur sem kemur Heiðbrá af háorðinu í gólfið. Já. Nú eru stelpurnar aftur, fann hann að sína frábæra spilamennsku. Það var nú meira en að segja að verða þessu bolta frá henni Maríu á miðjunni. En það gerði stelpurnar vel og svöruðu svo með flottum bolta þarna frá Heiðbrá. Og Káa 6 stig í röð, 6 stigum yfir núna, kemur Thea Andrić. Hann inni, hann pompaði niður þarna. Ég er algjörlega sammálað því að hestilið sem að fara, en svo datt hann niður í gólfið þarna. Og ás hjá Theu Andrić 20-13 aftur í Káa-liðið að kaffara gestina undir lok hrinunar. Og þetta er aftur fara að verða ansi erfitt fyrir Þrótt hér. Boltinn upp á Heiðu, Heiða með bolta hérna sem að Thea ræður vel við í afturlínunni. Og svo kemur Pála til Olmo í hávörðuna út. Gengur lítið upp hjá Þróttur núna og Káa-liðið er að ganga á lagið. 8 stig í röð, Pála til Olmo, 13 stig í heildina. Þetta er að líta ansi vel út fyrir Káa. Sem ekki gleyma þessi lið mættust í undanúrslitum Kjörisbikarsins á dögunum í alveg hörkuleik. En Káa-liðið er einfaldlega bara sterkara hér sem af er 22-13 yfir hér í annar hrinu og virðist bara ætla að halda áfram að keyra á gestina. Þá kemur þessi tvöfalda skipting okkar, Amelia og Nera inn. Allt klárt fyrir Theu að halda áfram hérna. Hér kemur Thea Andrić, en það ná að vera þessu vel. Kemur Heiða hérna hinum megin, en Valdís flott vörn hjá henni. Kemur svo Thea afturlínunni, en þetta er þægilegt fyrir Þróttarana. Kemur Amelia, hún er blokkuð, boltinn inn í leik, vel gert hjá Ester hérna. Kemur Amelia aftur og setur hann. Já, hann vendur inni. Já. Það voru smá hikandi innverðinir. Það var líka fyrir hérna Matteo Castrillo, þjálfari Káa, sagði að boltinn var inni. Já, þá erum við búin að laga þetta. Og aftur er smá bras þarna í móttökunni og María Jiménez. Já, fór í smá kerfi á okkur þarna. En María Jiménez, það var hún sem var að skora. Jæja, 22-15, það er ekki alveg búið. En Þróttararnir þurfa að svara vel fyrir sig. Jæja, áfram með þetta, Pála með móttökuna
kemur sér tilbaka á Neru, hún setur hann yfir og flott vörn á Amelíu, kemur sér boltinn á Neru, Nera, já, setur hann meðfram hávörðinni og klárar þetta frábærlega, fastur bolti í gólfi. Nera Mateljan kom með sitt fyrsta stig í leiknum. Og já, þá miðjuskipting hjá okkur. Hún Hrafnhildur Ásta fer út og Ásta Lilja Harðardóttir mætt aftur. Já, virkilega gaman að sjá hana aftur á vellinum. KA 23-15 hér yfir í annarri hreinu. Lovísa með hörkubolta. Það náður svo að koma honum yfir. Nú kemur Amelía á Teu á afturlínunni. Fín hávörn hins vegar til kraftinn úr þessu. Kemur Amelía að reyna að lauma en þetta var auðvelt. Kemur Nera. Og þessi bolti. Já, þetta fjórslag. Já, stelpulega reyndi hvað það gátu að verðast þessu en gekk ekki og Þróttur ennþá inni í þessu. Amelía Rún fyrir gestina. Þessi bolti, fín móttaka hjá Teu. Erfið bolti hérna en ná að verðast þessu. Bras á Þrótturunum. Komur hans að yfir, kemur svo boltinn að Pálu til Olmo og hún setur hann í gólfið. Pála kom með 14 stig í leiknum. Áfram algjörlega mögnuð. Nú KA-liðið aðeins einu stigi frá því að klára þessa aðra hreinu. Frábær leikur hjá KA-liðinu til þessa. Nera Mateljan með hennar bolta. Áfram smá bras á móttökunni. Kemur Heiða af hávörninni og Amelía reynir að lauma. Já, gerir meira að reyna. Hún skorar á laumunni. Og klárar þessa hreinu 25-16. KA komið í 2-0. Amelía Ýr með þessa mögnuðu laumu til að klára hreinuna. Og nú væntanlega þarf bara að impra á því að stelpurnar þurfa að halda áfram sama krafti. En ég segi, það er ekkert langt síðan að liðið mættu í undanúrslitum í bikarnum sem að enda í hörkuleik og hefði alveg getað endað í oddahreinu. Eftir 4 hörkuhreinur þá vann KA 3-1. En stelpurnar hins vegar verið algjörlega frábærar hér í dag. Sjáum hérna hvernig þessi önnur hreina spilaðist. Það var ansi svipað og í fyrstu hreinu nema í þetta skipti tókst gesturum að jafna jöfnu í 13-13. Þá komið svo að leikli hjá Matteo sem að gekk endanlega frá þessu og 25-16 sigur KA. Aftur rétt eins og fyrstu hreinu sanngjarn og KA hefur komið hér í ansi góða stöðu. 2-0 yfir Pála del Olmo Gómez, 14 stigast á vellinum. Thea Andrits næst með 9. Svo í KA-liðinu Heiðbrá með 4. Hrafnhildur Ásta og Amelía Ýr báðar með 2 stig. Hjá gestunum þar Ester Rún stigahæst með 7. Pála Miguel de Blas með 5. Svo það María Jiménez, Amelía Rún og Alba Hernández alltaf með 3 stig. Kíkjum svo á tölfræðina hér í annari hreinu. 25-16 sigur KA. KA vann fyrstu hreinu 25-17. Þetta svona svipað. Áfram frábær sóknarleikur á KA. 14 smastig af þessum 25 sem einmitt eins og ég sagði 56% af stigaskor KA. 2 ásar hjá KA gegn 3. 2 laumur á KA gegn engir. Þarna snýrist það við og var engin laumur á KA í fyrstu hreininni. En Þróttarar var með 4. Sikkvort blokkstigið og Þróttararnir með jafnveg eiga það löguðu aðeins til hjá sér miðstökin. KA þetta hafa aðeins meira fyrir þessu en sóttaríkuna KA einfallega bara það frábær að já, þráttur að gestirnir væri að láta okkur hafa aðeins meira fyrir þessu, gefa okkur ekki hérna mörg auðveld stig. Þá einfallega skoruðu við bara urmul af stigum.
og staðan því 2-0 hér og KA-lið getur klárað þetta í þriðju hrynu. Þar með tekið 1-0 fórustu í einvíginu. En sjáum hvað setur, þetta er ekki búið. Valdís með þessa móttöku boltina og Thea háurninni en boltin enn í leik hjá KA-liðinu og Jóna ætlaði að refsa þarna en ætlaði aðeins og lúmska setja boltan í netið og enn er það Þróttur sem tekur fyrsta stigið. Kemur Alba með hennar bolta, Pála með frábæra móttöku beint á Jónu og svo kemur hérna lúmskupolti frá Theu en það ná að henda sér undir þetta. Kemur Jóna aftur, núna setur hann á Lovísu. Heiða tekur þetta í afturlínunni og kemur Ester hérna með frábæra bolta en vel varist hérna hjá Theu Andrits. Frábært rally hér og Heiða, hún af háorninni, Pála frábær björgun hérna, kemur svo Theu Andrits, setur hann lúmskan yfir. Ester, fít bolti, henni eru að bjarga þessu og svo, hvar endar þessi bolti? Já, Valdís er að skilja tilbaka, frábært rally, frábært blak hérna og þá kemur mistök hérna, boltinn allt og aftarlega og María gæti ekki ná þessum bolta og KR jafnar því enn og aftur í 1-1. Þetta er alltaf að byrja svona að Þróttur gerir fyrsta stig og KR jafnar í 1-1. En þetta var algjörlega frábært stig, frábærar varnir á báða bóga og skemmtilegar bjarganir hérna ítrekað. Jæja, kemur Jóna með þennan bolta í netið. Þetta er aðeins þriðja uppgjör sem klikkar að KA í leiknum. Það verður nú bara að segja, það er vel gert. Þróttur leiðir í 2-1. Ester með hennar boltas klikkar hins vegar líka og því er áfram jafnt 2-2. Eins og nú eru gestir með bakkipi veg, það mega alls ekki missa þessar hinnu. Og þá verða þessi mistök ansi dýrkeypt. Thea Andrits, fín bolti, missa þess að móttökurinn tilbaka. Og kemur Heiðbrá, flottur bolti, hann er dæmdur úti, hann var rosalega tæpur hjá Heiðbrá, en ég held þessi rétti dómur. Og Þróttur því áfram með fórustuna, 3-2 yfir hérna. Kemur María Jimenez og aðja, hvað endar þetta? Já, vel getið Valdís sem ætti hann undir hárnuna, kemur Thea Andrits afturlínunni og þetta er frábær bolti. Já, magnaður bolti hérna á Theu úr afturlínunni og hún svífur hérna og neglir í gólfið. 10. stig hjá Theu. Og þá er Lovísa fyrir KA. Fín bolti, fín móttaka og kemur Heiða hérna, setur hann eins og var utalega. Þar er Thea mætt og Pála til Olmo, hún getur ekki hætt að skora. Og hún greinilega ætla sér að gera eitthvað aðeins annað þarna en skiptir ekki máli. Endar í stigi fyrir KA, 15 stig hjá Pálu til Olmo Gómez. Og KA komið yfir hér í fyrsta skipti í þriðju hrynu, 4-3. Lovísa. Nei, setur hann í netið. Og KA því búið að klikka núna 2 uppgjöfum í þessari fjórðu hrynu. Jafn mikið var gerður samanlagt í fyrstu og annari. Og uppgjöfunýtingin dettur í aðeins niður hjá okkur. Er ennþá hins vegar virkilega góð, 93%. Þá er Amelía Rún fyrir gestina. Og hún er að segja ás, já.
Jæja, bolti hér upp að Pálu. Pála, flottur bolti. Það ná að vera þessu skilaboltan eins og var þægilega yfir. Kemur Jóna upp á Hrafnhildi. Hrafnhildur þess að blokku boltan inn í leik. Nú hvað gerir Jóna núna? Sittur hann að Pálu. Pála klárar að sjálfsögðu. Það er greinilega reiknuðu gestinni með. Það myndi setja boltan aftur að Hrafnhildi ástöð á miðjunni. En þá var allt galopið fyrir Pálu. Og Jóna með flotta yfirsýn. Og sér það vel. Sittur það boltan á Pálu sem er komið með 16 stig. Frábær leikur hjá Pálu. Það er bara káalinn í heilsinni. Það er að gefa gestunum lítið möguleika. En þetta er eins og vel gert hjá Þrótti. Pála Miguel de Blas kom með 6 stig og kemur Þrótti í 6-5 hérna. Eins og segi, Þróttaðarnir verða að vinna þessa þriðju hrinnu. Annars er leikurinn búinn. Það kemur Heiða með hennar bolta en það er fyrir Teu. Kemur svo frábær bolti frá Hrafnhildi Ástu. Hrafnhildur Ásta með geggjaðan bolta hennar þriðja stig. Svo kallaður Einar þarna frá miðjunni og jafnar í 6-6. Það er spurning. Þróttarnir að finna einhver svör við þessum frábæra leik okkar liði sér í dag. Ester situr hann yfir, Heið Brá eins og að mætt á þessum stað. Kemur svo Tea af Hávardinni, boltan inn í leik. Heiða úr afturlínunni. Það er fín móttaka, kemur Tea. Andrits setur hann, já, hann er inni. Setur hann með frá Hávardinni, alveg út í línu og kemur K.A. í 7-6. Tea Andrits stigaskorari af Guðsná. 11 stig hjá henni. Frábær leikur. Og magnaður ás hér hjá Pálu. Sjáum hér, þetta er annar ásinn hjá Pálu í leiknum. 17 stig í heildina. K.A. með 7 ása, Þróttararnir 5. Það sé í leiknum í heilsinni. Þetta er eins og það er náðar að verjast. Kemur Pála Miguel de Blas, já. Það klárar hún vel. Var hann að ansi uttalega og skýrar þessu í dauðasvæði þarna í miðjunni. Og þetta er ennþá galopið en mér svona finnst Káalið vera að hóta því að ná að skilja sér eftir frá. Það er áfram með leikinn, Valdís og Pála með erfiðan bolta og Tea getur aldrei gert einhver þessu. Boltin var eiginlega kominn fram yfir netið þarna og Þróttur jafnar í metin í 8-8. Áfram Pála Miguel de Blas fyrir Þrótt. Fín móttaka hjá Valdísi, kemur Hrafnhildur Ásta, það er ná að verjast þessu. Ester setur hann yfir, eða hvað, frábær hávörn. Já, ég sýndist að vera Hrafnhildur Ásta sem að klára þetta. Það voru þarna ansi samrindar hún Hrafnhildur og Jóna. Það var þetta gaman að getum gefið báðum stíð en sitjum við endanum á Hrafnhildi. Æja, kemur boltinn á afturlínunni frá Pálu Miguel de Blas. Boltinn hér svo upp á Tea-Tea-arinn á lauma og hvað gera það hér? Kemur boltinn á Teu Andrits, fínn bolti en frábær vörn hjá Ester. Heiðar reynir að skópla hann yfir hérna en tekst ekki og Lovísa Rut nær að loka á hana hérna. Fín hávörn hjá Lovísu. K.A. 2 stigum yfir hér og
aftur svona Pálma með smá taka á leiknum, en hvar endar þetta? Þetta var bara löglegt segja þér, áfram í leikinn, Ester vinna bolta sem að Hrafnhildur missir yfir og svo út frá Maríu Jiménez. Þarna vildu Þróttararnir meina að boltinn hefði farið í netið, ekki af hávörninni, þess vegna hafa þetta ekki verið löglegt að káa allar þessar snertingar, en dómararnir ekki sammála. Erfitt ofta að lesa í þetta hvort bolti fari í hávörni eða neti. Það er endan dómararnir sem að ráða þessu. 11-8 verið káa og Hrafnhildur Ásta í uppgjöfin áfram. Og hvað endar þessi bolti? Heiða hérna setur hann yfir. Þetta var lúmsku bolti. Heiðbránir sem er að bjarga þessu. Kemur Thea Andrits af hávörninni. Ná að verða þessu. Boltinn upp á Ester. Og þetta var eins og var á netinu. Já, fjórslag svo dæmt í kjölfarið, bolti fórna á netinu og ég held að Þróttararnir séu ennþá svona að reyna að ná sér eftir hennan dóm áðan. Eða ekki dóm. Það var ekki dæmt þannig fjórslag sem að, en ég er sjálfur ekki alveg viss hvort að boltinn hefði farið af hávörninni eða ekki. En áfram með smjöri, Ester reyna að lauma hérna, Pála mætt undir, vel gert hjá Pálu, kemur svo Thea Andrits með bolta sem að Heiða tekur vel á móti, kemur Pála Mikkel til Blas og hún er blokkuð Thea Andrits, frábær hávörn af Theu, fyrsta blokkin af Theu og 5 stiga munur, 13-8 káa, 5 í röð og þá tekur Miguel Ángel Ramos leikhlé fyrir Þróttarana. Þetta er að verða nákvæmlega eins og fyrstu tvær hinnar. Káa er einfaldlega að spila frábæran leik og virðist búið að fara vel yfir gestina. Og kannski ekki bara það að sé búið að finna fína lausnir á spilamennsku Þróttar Fjarðabyggðar, þá er líka bara eiginlega allir leikmenn að skila frábæru hlutverki hvort frá sig í vörn eða sóknarleikurinn algjörlega magnaður. Komið með 29 smarstig káa megin gegn aðeins 15. Sem við sjáum hér, það er ansi mikill munur. Við svo sem vissum það náttúrulega fyrir leikinn að káa-liðið er náttúrulega eitt allra besta sóknarlið landsins. Þróttararnir hins vegar yfirleitt með virkilega góða vörn. Ester hérna með bolta af hávörninni. Káa-liðið snýr vörnin svo, kemur Thea Andrits en af hávörninni líka. Kemur Ester af hávörninni enn og aftur. Frábær hávörnin báðum megin. Boltin tilbaka á Pálu. Pála með hörku bolta og hann er enginn að verjast þessu. Og Pála til Olmo. Heldur áfram að raðinn stigurum 18 stig hjá henni. Það er eins og áður. Skiptir hana engum máli hvort hún sé í framlínu eða afturlínu. Hún bara skorar að vild. Hrafnhildur Ásta. Það að vera ansi örugg. Heiðan er að verjast þessu. Boltin hér upp á Pálu Mikkel de Blas. Sittur hann yfir. En er káa-liðið að þjarma að gestunum og nú er að Thea Andrits að hávörðinu út. Frábær leikur. 7 stig í röð hjá káa. Breyta stöðinu úr 8-8 hér í 15-8 og þessu er ekki lokið. Hrafnhildur Ásta heldur áfram að koma með virkilega flottar uppgjafir sem að Þróttararnir eru búin að vera í smá vandræði með. En já, þá má maður kannski ekki hrósa of mikið, þá kemur að því að hún sýður boltann í neti og Þróttararnir sleppa hér úr þessari stöðu. Staðan 15-9, 92% uppgjafarnýting hjá káa, gegn 84% hjá gestunum. Þróttararnir byrjuðu ekki alveg nægilega vel hvað varðar uppgjafna sínar, en þeir eru búin að bæta ráð sitt. Hér missir Pála boltin tilbaka, sénsinn hjá gestunum, fastur boltur á Maríu á miðjuna, en nær ég að klára þetta og hann vilja alltaf að lauma hérna en það gengur ekki og svo kemur frábær bolti frá Thea Andrits meðfram hávörðinni beint í gólfið og það er lítið hægt að segja við þessu hjá gestunum, bara einfaldlega frábær bolti frá Theu. Hittir hann alveg upp á 10 þarna og hún er að koma í veg fyrir það og lendi í netinu.
16-9 fyrir K.A. og þetta fara að líta ansi vel út. En við þurfum að halda áfram, kemur Jóna. Þessi bolti á, Amelía nærðar eftir þessu, kemur svo boltinn á hana tilbaka. Og blokk hérna. Og mér sýndist að vera Heiðbara sem kláraði þetta. Hvort að boltinn hefði farið í neti eða að háarðinni er ekki alveg viss, en við skulum bara vera gjafmildir enda að koma á páskar. Heiðbara var hérna ásamt Lovísu. Jæja, 8 stiga munur og kemur Amelía hérna fyrir gestina. Valdís missir þessu boltinn tilbaka. Kemur hraðboltar frá Maríu hérna þessir inni. Já, María Jimenez. Með þessi 4 stig, hóf leikinn af krafti en síðan hefur farið minna fyrir henni. En minnir á sig hérna aftur. (17:10) Þá er Ester komin hér fyrir gestina. Sjáum hvað hún gerir eftir að skiptingun er klára K.A. Það gengur á endanum. Amelía og Nera inn, þetta höfum við séð ósjaldan undanförnum og meira að segja í öllum hreinum hér í dag. Þá er alltaf að verða klárt, já, allt klárt. Þá er komið að Ester í uppgjörn fyrir Þrótt. Nú fer hver mistök að vera ansi dýrkeypt fyrir Þróttarana. Og sjáu hérna bolta frá Lovísu. Setur hann af háorðinni og í gólfið og Lovísa Rödd kom með 3 stig hér. (18:10) og það þarf mikið að gerast í K.A. á að missa þessa þriðju hreinu frá sér. Upp á Amelía með hann. Já, það var fínn boltur á henni. Setur hann uttalega og Nera nær ekki að verjast þessu. Já, Amelía Rún fyrirliðin komið með 5 stig. Þetta er ekki alveg búið. María Jimenez kemur hér, setur hann. Já, flottu bolti, frábær móttaka hjá Valdísi og kemur svo Amelía aftur. Þetta hins vegar á netinu, ekki nokkuð spurning með það. Og K.A. komið 19:11. Næja, enda sögðu gestirnir ekkert við þessu. Þetta var mjög skýrt, þetta var af strengnum. Lovísa í uppgjöfinni, ekki enn komin ás frá henni í dag. Þessi átti algjörlega magnaða uppgjafir í bikarúrslitaleiknum sem K.A. lagði afturöldingu í Oddarhreinu. Og hér er þetta eins og fjórslag á gestina. Já, þá er miðjuskipting hjá okkur. Hrafnhildur Ásta út og í hennar stað kemur Auður Pétursdóttir, ung stelpa sem átti heldur betur frábæra innkomu í síðasta deildarleiknum þegar K.A. vann HK 3-0 hér í K.A.-milinu á sunnudaginn síðasta. Skoraði sín fyrstu stig fyrir K.A. í meistaraflokki og átti bara, já, glæsilega innkomu, hvort sem það var blokk eða smöss, og fær hér tækifærið. Boltinn upp á Heiða drann yfir, Amelía tilbaka á Neru, Nera neglir þessu og skorar. Nera Mateljan er að koma K.A. 10 stigum yfir. Þá er aftur skipting K.A. Þá er Pála del Olmo Gómez búin að segja þetta líklega skott í dag. Ída Katrín Kristinsdóttir mætir inn á í hennar stað. Ída átti líka flotta innkomu gegn HK í síðasta leik. Skoraði maður 2 stig.
Jæja, allt orðið klárt hérna. 10 stiga munur K.A. í vil. Hér í þriðju hinu kemur Lovísa. Þarna kom Ásinn að sjálfsögðu hörku boltinn á Lovísu. Og hún skorar hérna frábæran Ás, hennar 4. stig í leiknum. Og ég var alveg handviss um það myndi koma Ás hjá henni í dag. 8. Ás K.A. í leiknum. Hefur dreifst vel hjá stelpunum. Thea með 3, Pála 2 og Lovísa, Amelia og Heiðbrá alla með 1. En það í vandræði með þetta og já, þetta Ás hjá Lovísu. Og þetta að klárast. K.A.-liðið með frábæra framistöðu í dag. Eru að ganga frá þessum fyrsta leik í úrslitakeppninni. Gleymið því ekki að það þurfa að vinna 2 leiki í þessu undanúrslitin. Þetta var í lokaúrslitin. Þannig að K.A. komast í ansi góða stöðu með sigri hér í dag. Þessi bolti eins og var út frá Lovísu. Já, kemur hún Lilja Rödd inn í stöðu líbero á K.A. Hann ætlar að fá sinn sem er bara frábært. Amelia fyrir Þrótt. Lilja smá vandræði með þetta og við komum honum yfir. Frábær björgun hjá stelpunum. Og svo hendanum á refsar Pála Miguel de Blas fyrir Þrótt. Mikil vandræði þarna á vörninu á K.A. Og þetta var svo sem skrifaði skín þarna. Þetta myndi enda Þróttara megin. 23-13, ekki alveg búið. Amelia má eins og engin mistök gera fyrir gestina. Fastur bolti og vesen á móttökunni, missum hann yfir. Og hann refsar aftur Pála Miguel de Blas. Þessi stigahæsti leikmaður Þróttar í vetur. Kom með 10 stig í dag, stigahæst hjá Þrótti. Eins og svo ofta áður. Kemur Amelia með hennar bolta og með vörnin ágætti á K.A. Kemur Nera með hennar bolta, hann ansi aftarlega. En að verðast þessu kemur svo allt á langu bolti þarna. Frá henni Hrefnu Ágústu. Setur hann út. Og nú vantar K.A. aðeins 1 stig til þess að klára þessa þriðju hinu. Þar með leikinn. Það Nera Mateljan sem er í uppgjöfinni. Nera með hennar bolta og hann lúmskur að missa hann tilbaka. Amelia upp á Ídu en Ída setur hann í netið. Hrefna fyrir gestina, fín móttaka hjá Teu og svo kemur Ída með hennar bolta og það koma hann tilbaka. Kemur Amelia aftur, Amelia upp á Auði en að háhættinni og nei, ég segi að hann fer að netinu, það hefur fjórslag. Ég ekki alveg sammála þessu. Jæja, það skiptir ekki máli áfram með þetta. 16-24. Langur bolti hérna og þetta Ás. Já, þetta Ás hjá Hrefnu Ágústu. Það fagninni svo vel hérna. Hún komin á blað hérna. Líka inn á. Hún er búin að sækja hérna Ás fyrir gestina. Já, það smá brass á stelpunum að klára þetta. Það vill verða þegar það vantar 1 stig.
og munurinn svona mikill. En að halda bara ró sinni og áfram hérna 4 styrðið að Þrótti. Þessi boltinn sem var út og það þýðir það að KA vinnur leikinn 25-18 eða hreinuna 25-18 og leikinn þar með 3-0. Þetta fagna hérna vel, voru einfallega miklu sterkari hér í dag, vinna allar 3 hreinunar mjög samfærandi. Sjáum hérna hvernig þessi þriðja og síðasta hreina spilaðist. Já, jafnt til að byrja með, síðan kom frábær kafli sem stefna gjörsamlega keyrðu yfir gestina sem náðu þó að laga stöðuna þó nokkuð fyrir lokin. En já, 3-0 sigur KA heildina og bara aldrei nokkuð spurning. Gera alltaf svona. Pála stigaðist hjá KA með 18 stig, Thea Andrits 14, Lovísa Rut og Heiðbrá báð með 5 stig, Hrafnhildur Ásta 4, Nerama Teljan og Amelía Ýr báð með 2 stig, svo var Jóna Margrét með 1 hjá KA-liðinu. Hjá gestunum það eru Pála Mikael de Blas með 10, Ester Rún með 7, Amelía Rún með 5, María með 4, Alba Hernández 3 fyrirgefi og Heiða og Hrefna báð með 1 stig. Sjáum svo tölfræðina í þriðju hreinu. KA vinnur 25-18 sigur, en þetta spilast til alltaf mjög svipað. KA með öflugri sókn, 9 smastir gegn 5, bæði liðið sem 3 ása. KA með 1 laumur gegn yngri, 4 blokkir á KA gegn 1 og já, endanum sannfærandi sigur. Sjáum svo leikinn í heild sinni. KA vinnur fyrstu hreinu 25-17, aðra hreinu 25-16 og þriðja hreina endar 25-18. KA vinnur þennan leik því 3-0 og er komið í 1-0 forystu og getur klárað þetta einvígi. Það liðið mætast fyrir austan á næstunni. Kemur þessu smá páskarvið núna, en þið sjáu einfallega það sem að gjörsamlega fer með þetta er að KA er með 33 smasti í heildinni gegn aðeins 18. Er svo yfir í ásum, er yfir í blokkum og gestirnir gera aðeins fleiri mistök líka. Þannig að segja bara hreint út, í dag var KA-liðið einfaldlega betra. En sjáum hvað setur í næsta leik. Kíkjum, segjum bara fara gott í bili. Takkum kærlega fyrir áhorfið. Ágúst Stefánsson heiti ég, lýsti þessu fyrir ykkur og með til aðstofa var Stefán Jóhansson. En já, takk hérlega fyrir áhorfið og við sjáumst fersk. Bless, bless!